Heiða Fjalldalabóndin eftir skrásett af Steinunni Sigurðardóttur. Þetta bók sem að hún einhvern veginn, ég held hún hafi bara hitt einhvern veginn rækilega inn í samtímann. Fólki orðið dálítið firrt af öllum þessum samskiptamiðlum og við erum dálítið langt frá einhvern veginn náttúrunni og langt frá því að vera við sjálf, en þetta kona sem býr upp í dal og með skepnur og lagar girðingar og svona heilu sönn og ég held einhvern veginn að fólk hafi jafnvel verið að lesa þetta sem eins konar sjálfshjálparbók. Já, þetta allavega svona mótvægi við borgarfirringuna, en þarna kona sem tekur ákveðna stefnu í lífinu og þetta hennar val, að vera þarna með skepnunum sínum og mikið finnst mér gott að lesa konu sem lítur ekki á sem sáluhjálpar atriði að eignast mann og börn með fullu virðingu fyrir fjölskyldulífi. Mér fannst það bara dásamlegt. Og hún þarna að lýsa, já þetta pólitísk bók. Já. Að stórum hluta, vegna þess að hún fer þarna í framboð fyrir Vinstri græna og hún að berjast gegn virkina áformum í sveitinni sinni og það eiginlega ástæðan fyrir að hún fellst á það að segja sögu sína. Að þetta svo mikið hjartansmál fyrir henni. Og hún að lýsa lífi sínu, bara háttum þarna, sveitalífinu, bara daglegu lífi. Það var kannski ekki allt þar sem að höfða til mín, ég svo mikið borgarmanneskja og svo það bara hversdagslíf hvar sem það ekki alltaf tíðindamikið. En hún segir fallega frá skepnunum sínum og það þarna átakanlegi kaflar til dæmis þegar systir hennar deyr og hjónabandsaga móður hennar mjög athyglisverð og svona, það ekki sagt kannski beinum orðum. En mann sér að hjónabandi var ekki alveg kannski upp á það besta. Já, mér finnst eitt við þessa bók að það svo oft sem að fara út á landi eða fundið söguefni út á landi þá verið að leita einhverjum einkennilegu fólki sem ég ætla ekki að gera lítið úr. Það bara gaman, þetta nútíma manneskja og hún vel menntuð en þetta hennar val og hún nýtur þessara bóndi, hún hefur gaman af að smíða, hún hagyrðingur og þetta einmitt með þessum út á land tilbrigðum, hún hagyrðingur og hefur mjög mikinn áhuga á rúningum og hefur keppt í því og þetta dálítið heillandi. En hún hefur líka verið í löggunni og hún hefur líka farið í fyrirsætukeppni til New York, þannig að þetta og hún kom í viðtaltíminu og ég meina henni eru allir vegið færir þessari konu. Já, og svo það líka mjög flott eins og hún segir, hún gríðarlega óframfærin sem barn, en hún hefur tekið á því, hún ákveður að vera ábyrrandi af því að það styður hana og hjálpar henni í baráttunni og hún svona byggir sig greinilega, hún hefur byggt sig mjög mikið upp. Hún mjög flott fyrirmynd líka. Já, þetta bara áhugaverð út af konu sem tekur þetta val sem ég held að mörgum finnist óskiljanlegt af því að þetta mjög Ég sagði þig þarna. Já, ég myndi ekki lifa vikuna held ég En Steinunn Sigurðardóttir, hún gerir þetta mjög vel Steinunn kann þetta náttúrulega allt saman Og það eitthvað þarna í þessu sem kallar á okkur. Já, þetta Allavega, kannski ekki þig. Nei, þetta ekki líf sem ég myndi kjósa mér. En ég dáist að þessari konu.